fyrir utan náttúrulega hljómleika gestir sem voru komnir hérna fyrir í kvöld og hafa setið hér lengi og staðið sér vel. En Laddi, já. Þú ert búinn að vera með marga karakter og ert núna á Hótel Sögu og það víst ævintýralegt hvað fljótur að skipta Hvað ertu lengi að skipta og breyta þér úr Þórði húsverði í Eiríkfjallar? Ég svona 10-15 sekúndur, 10-15 sekúndur. Og þú aldrei reynt þetta áður að vera með svona skemmtun, færði ekki óskaplega mikið út úr þessu? Jú, þetta mikil útrás. Það ekki? Jú, kík. Það ætlar að gera eitthvað meiri þessu, ætlar að fara með þetta eitthvað á landi? Ég veit það ekki, það svolítið erfitt, þetta svona... Já, þetta erfitt í sniðum. Já. Drekkur í kaffi, Laddi? Já. Já, nú nefnilega það, Laddi, nú gaman að sjá þig breytast hérna. Fílamaðurinn var nefnilega nýlega í sjónvarpinu. Já. Þú hefur leikið þarna, hvað heitir það, Mófreður? Mófreður Metúsalem, sko. Já. Fyrir 11 árum að þá var nefnilega atriði til sem ég rámar í. Þessi Mófreður að hafa tekið viðtal við hann víða land. Jú. Það er rétt að geta þess að þetta viðtal þegar hafa tekið það þá var 1 ár frá þjóðhátíð. Nú gaman að sjá þið breytast í Mófreð. Mófreður þessi elsti maður á Íslandi, það kemur í ljós þegar að farið að athuga með nýjustu tölvutækni, gamlar kirkjubækur að hann hefur verið skráður rangt. Hann fæddur sem sagt 1863 og þess vegna orðin næstu því hann komin vel yfir 110 ár, hann orðin 113 ára. 14 held ég nú. Já, jafnvel 14. Ja, þetta ekki alveg og þetta Mófreður, já, sem að koma hér. Þú segist þér 10 sekúndur af þessu á Hótel Sögu en hérna sjáum við þetta gert í róleitum eins og við hinn myndum sennilega. Segðu mér Mófreður. Mófreður. Hvað sér það? Mófreður. Já. Mér langar til að spyrja þig, þú varst nú upp á eldrisleið. Manstu eftir þjóðhátíðinni? Jú, ég skal mjög bara eftir henni. Það voru ræðuhöld allan daginn og bara að kjarta því. Já, það er nefnilega það. Já. Sástu Danakonung? Var hann þarna? Já, hann var á þjóðhátíðinni. Já, nei, ég hlýt að vera búinn að slökkva á sjónvarpinu þá. Heyrðu, þú ert með skakka þjóðhátíð í huga. Þú ert að tala um þjóðhátíðina 1974, ég er að tala um 1874. Nú, var einhver önnur? Já, hún var 1974, þú ert orðinn 114 ára gamall. Ég þá bara mistað heilmiklu. Já. Þegar segir mér búið að vera gamall. Þegar við skulum snúa okkur öðru. Mófreður. Það ekki snúa öðru? Nei, að öðru málefni, Mófreður. Að öðru málefni. Já. Ég skal mig gera það bara. Já, manstu nokkuð eftir Jóni forseta? Já, ég var á honum. Já, ég skal mér og meiri segja ég fórst með honum. Þú? Já. Nei, heyrðu, ég átti ekki við togara Jón forseta, ég átti við Jón Sigurðsson forseta. Já, nei, ég hef aldrei verið á honum. Já. Manstu nokkuð eftir Hannesi Hafstein? Já, ég ætti nú að muna eftir honum. Það var hann sem skipulagði leitina með því í týndis daginn. Já, nei, ég átti við Hannes Hafstein hann aldamótin, já. Já, nei, hann fann mig aldrei. Heyrðu, þú hefur nú gert ýmislegt dagana. Já. Hvað er það sem þú hefur sinnt lengst? Hvaða starfi hefur stundað lengst? Nú, ég var nú refaskitt í 30 ár. Í 30 ár? Í 30 ár, já. Já, og hvers vegna hættirðu því? Nú, ég náði þetta að skotast refnum. Já. Hérna. Já, öldinni sem leið. Það er nú svo mikið breyst tískan. Já. Tískan breyst svo mikið. Er það? Já, manstu nokkuð eftir fötunum hérna á öldinni sem leið? Fötunum? Já, ég er náttúrulega rættur um það. Getur þú lýst fötunum á síðustu öld? Já, þær voru svona kringlóttar og tré með haldi svona. Nei, ég var að segja, getur þú lýst skjólfötunum? Já, nei, ég skal mín annarkvort hér þetta skjólur eða fötur, ekki skjólfötur. Þú ert orðinn eitthvað ruglar í þessu. Hvað er þú orðinn gamall, sérðu? Heyrðu? Já. Hvað hef ég séð þig? Mér finnst ég kannast við þig eitthvað. Þú er ekkert séð mig á. Jú, ég hef séð, já, heyrðu. Er ekki myndaðir utan á hann að mjólkurheitunum? Nei. Þú er ekkert séð mig á. Það er einhver annar, sko. Já. Segðu mér hérna, Mófreður. Þú hlýtur að muna eftir mörgum merkisatburðum og byltingu sem hafa gerst í þjóðlífinu. Jú. Manstu eftir því þegar bíllinn kom? Já. Ég man líka eftir því þegar hann fór. Manstu nokkuð eftir þegar útvarpið kom?
Já, það var í bílnum. Heyrðu, já, nú man ég hvar ég sé þig. Já. Já, það myndaðir utan á það kartöflupókanum, var það ekki? Nei. Jógúrstóllunum. Nei, það er engin mynd að minni, það er ekki með þetta rugg. Hvar hef ég séð það? Manstu nokkuð eftir því, hérna, hefur nokkuð að flogið? Já, einu sinni flög ég. Og hvenær var það? Ég, það var þannig, skal ég segja, ég var upp í Hallgrímskirkjuturni, var þetta, og datt fram og flög niður. Það getur ekki verið, Hallgrímskirkja var ekki til þá. Ég get ekkert gert að því. Heyrðu, nú man ég hvar ég sé þig. Nú. Keyrurðu strætó? Nei, ég ger ekki strætó. Manstu nokkuð eftir fyrstu útvarpsdagskráni? Nei, Akkur- það var bíllinn farið, sko, með útvarpsmið. Þú ert búin að vera marg giftur. Já, skapið góð, já. Fyrsta. Já, látt hann Agnesi vera. Ha? Látt hann Agnesi vera, þú veist Ég nefnilega ger ekki neitt. Jú, veist nefnilega hvað gerist ef að Agnes hérna eignast drengi. Þá Nei. eru þau kallaðir Agnesingar. Já. Heyrðu? Ég vil ekki taka þátt í því. Ha? Heyrðu, fyrsta konan þín, þú mást eitthvað eftir henni. Nei, sko, það er svo látt síðan, ég má ekki þetta. En önnur kona þín. Það var allt önnur konar, skal ég segja, allt önnur konar, ég líka mikið saman. Já, en þriðja konan? Já, hún skildi við mig, skal ég segja, hún var alltaf að jagast í einhverju smáatriðu svona, það bara einhverju smámál svona, það var alltaf tótt í jagast, hún bara fór. Jú, smáatrið, hvaða smáatrið? Já, svona, sko, ég er bara tók í vöruna, sko, Já. og ég spýtti alltaf á baki á henni. Af því hún var alltaf fyrir, sko, ég gæti ekki gert að því. Þessu er hérna, fjórða konan. Fjórða konan? Já, hvernig? Já, hún dó, eska mín. Nú, já. Já. Hvernig dó hún? Hún, skal ég segja, borðaði eitraða síld. Já, hann er bara, en fimmta konan? Nú, hún borðaði eitraða síld líka og dó. Hún dó út af því? Já. Já, það var sorglegt, en sjötta konan? Sjötta konan, hún dó líka. Hvernig dó hún? Hún höfuðkúpu brotnaði. Nú, já, hvernig stóð á því? Hún vildi ekki eitraða síld. Heyrðu, já, nú man ég hvar ég sé þig. Nei, þú Jú, það myndaðir utan að 10 krónar seðlunum, ekki? Nei, það er engin mynd að mér neins að það er hvergi. Hvergi? Jú, á náttborun hjá konu minni. Já, það er það sem ég sá hana.